Fyrir mér krabbamein ekki það versta í öllum heiminum. Ég með lítinn strák sem er sjúkdóm sem hann kemur ekki til með að læknast af og verður alltaf honum til vandræða. En heima hjá mér, þá, eins og við segjum stund, þá læknast við að krabbameini. Það sjúkdómur sem að í okkar tilfellum var læknanlegur. Fyrir suma þetta það versta í heiminum og getur verið rosalega erfitt og sorglegt og bara mjög alvarlegur sjúkdómur. En aðrar tegundir af krabbamein eru öðruvísi og mjög margir læknast af krabbamein. Ég held að það sé hvort sem maður aðstandandi eða greinast með krabbamein, þá skiptir stuðningurinn mjög miklu máli. Þegar maður fær greininguna að vera með krabbamein, þá manni hent út í einhverja hringiðu sem maður hefur einhver stjórn á. Maður þarf aðstoð. Maður fær aðstoð á spítala við sjúkdóminn og allt sem því við kemur, en maður þarf bara aðstoð við þetta daglega líf, hvernig maður á að höndla það, því það gjörbreytt. Og tala við einhvern sem hefur gert þetta áður, það skiptir bara öllu máli. Mér fannst eiginlega erfitt að vera aðstandandi. Þú þarft að gera allt hitt. Það sem veikur og hann að tækla sjúkdóminn og spítalann og það allt saman og hefur rosalega góðan stuðning. Þú ert með krabbamein. Það koma allir og hjálpa þér. Vera aðstandandi, þú þarft að gera allt hitt. Við í vinnunni. Það geta ekki allir ekki sér frí í vinnu. Þú þarft að hugsa börnin. Ótal símtöl, allir aðstandendur að hringja og þú ert með þá oft hugga alla, útskýra fyrir öllum, segja öllum frá dag eftir dag frá ástandinu. Og hvernig hefur þú það? Ég hef það bara fínt. Alltaf fær maður svona spurninguna, hvernig maður kann ekki að svara því öðruvísi. Og svo þarf maður líka að vera stuðningur fyrir makann sem veikur og reyna að halda haus sjálfur og hugsa sig sem maður getur ekkert. Maður fær oft líka að heyra, þú ekki að hugsa þig líka? Nei, ég gera bara seinna. Maður getur ekki gert þetta allt og oft situr maður sjálfur á hakanum. Heimurinn bara fer á hvolf og þetta rússíbani sem maður fer inn í. Og maður nær ekkert, það ekkert hægt að höndla þetta allt saman. Bara þetta praktíska, hvernig ég tala við krakkana. Maður ofta að hlífa sínu nánustu. Segir ekki alveg hvernig mann líður. Maður segir það kannski frekar við einhvern ókunnan sem bara rödd í síma eða maður veit ekki svona hvernig lítur út. Í sumir líka kannski upplifa aðstandendur, ég má ekki vera pirraður út í makann, hann með krabbamein, þótt hann sé alveg óþolandi núna. En þetta náttúrulega ennþá maki manns og maður má alveg vera pirraður út í hann, þótt hann sé með krabbamein. Að bara fá samþykki fyrir þessum tilfinningum sem maður hefur og að finna fleiri hafa upplifað þær. Ég held að það sé bara mjög gott fyrir alla. Og líka bara finna að ég gat meira en ég hélt. Maður hefur meiri styrk í sér en maður heldur. Maður kemur sjálfum sér óvart. Stundum fer maður nóg og þá fer maður bara nóg. Svo heldur maður áfram. Þannig það sem eiginlega stendur upp og var all þessi reynsla, þessi stuðningur sem að ég átti og fólk sem tók bara yfir og hjálpaði mér í gegnum þetta. Því að þetta skiptir náttúrulega máli hvernig maður fer í gegnum ferlið, hversu fljótur maður að ná sér eftir það. Ef að andlega hliðin í lagi þá maður fljótar að ná sér líkamlega.